það var nú svona þegar við fórum af Kjarnanum, fór þetta nú að vera Já, þið voru náttúrulega þar. Við erum byrjaðir, sko. Við erum bara byrjaðir. Já, að sjálfsögðu. Hérna, hvernig ertu? Ég góður. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ég er þetta með 2 sjalla, 2 í röð. Það er svoleiðis. Nú ásakanina, sko. Já, við erum að ná tökum á þér. Já, ég ætlaði að reynda, sko, ég ætla að viðurkenna það, ég ætlaði að hafa einhvern hérna með okkur, svo bara, hérna, var þetta svo stuttur fyrirvari? Já. En við erum alltaf góðir tveir líka, þannig að ég bara hlakka til að sjá hvað fjölmiðlanefnd hefur að segja með allt saman hjá þér, en já, svo er það, Jesus maður, það verður. Þeir eru ennþá á höttunum eftir mér, sko. Já. Þeir eru alveg, sko, þeir eru gjörsamlega að missa vitið. En ég er með nýtt málefni sem að enginn ræðir, en mér finnst eiga að vera meira upp á pallborðinu. Já. Það er ESB-umræður. Já, ég var rjúa þökkurinn Rjúa þökkurinn. Herðu, við vorum hittust í gær á kappræðum sem Kess eftir Darkstrákanum voru að hýsa viðburð. Það var Kristrún stelpa sem ég man nú ekki hvers dóttir er. Ágústóttir, Birta Karen sem heldur ekki hvers dóttir er. Tryggvadóttir held ég. Já, rétt hjá þér. Þetta er svo krossspurningar. Og Hjálmar Vilhjálmsson og Þórður Gunnarsson. Og þeir voru að ræða Já til að sjá. Þetta var þess að debata milli Áfram Ísland og Já til að sjá. Og Birta Karen kom með en góðan punkt sem sannfærði mig eiginlega það að segja já. Okay. Ég er komið þangað. Ég vil segja já til að sjá út af því að, og það var allir fyndin punktur hjá henni, að ég held að fórnarkostnaðurinn réttlæta út af því að núna getum við sagt já til að sjá, getum við bara neitað samning. Og ég get ekki beðið eftir að sjá þessar headlines á BBC og svona. Referendum in Iceland. Iceland votes yes to check out what the EU is all about. Aldrei góða punktur hjá henni. Þeim er elskar þetta, sko. Hvernig mun þetta líta út eða við fáum já annan laugardag? Hvernig munu erlendir miðlar sem þetta er ekkert búin að vera marinerast í þessar umræðu mánuðum saman, hvernig munu þeir túlka þetta? Þetta er náttúrulega eitthvað svona ný útgáfa af því að sækjum aðild að alltaf bara einhvern veginn að stilla sér upp eins og einhver svona jafnsettur viðræðu aðili við Evrópusambandið, bara eins og við séum tveir að spjalla saman þú ert notaðan bíl eða hvort að maður sé að fá manni í einhverja stutt viðvik fyrir sig eða eitthvað svona. Ég meina, ég hjó aðeins eftir í líka, verið alls konar áhugaverður umræðu þættir. Silfrið var á mánudagskvöldið. Þá kom frá okkar fyrrverandi forseta Guðna þessi nálgun sem maður heyrt aðeins líka einhvern veginn við erum að fara í þessar viðræður þannig að segja síðan bara við Evrópusambandið við byrjum bara að tala sjávarútvegsmálin og ef það verður ekki rúllað út fyrir okkur mjög myndarlegir undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni strax, þá bara förum við frá borði. Og ég finnst menn komni svona í dálítið mikið ofmat þarna. maður er að velta fyrir sér hversu raunhæft er að hlutirnir fari svona. Því að Evrópusambandið hefur náttúrulega stækkað sig margoft og tekið inn mjög stórar þjóðir stundum í nokkrar í einu og stundum einu í einu og það sem mun náttúrulega gerast er það að við förum bara í nákvæmlega sama prógram og hver annar. Við munum ekkert stýra ferðin í þessu, ekki nema þeim skilningi að við getum vissulega hoppað út úr því að við erum fúl en við munum ekkert stýra nákvæmlega röðin á því hvað mál eru rætt eða hvernig þetta verður gert. Ekki frekar en við gerðum síðast Þannig að mér finnst svona þessi hugsun sem er verið að selja okkur svolítið, þetta er bara að segja og við erum bara að fara að spjalla og við ætlum bara að sjá einhvern veginn hvað við fáum og ef við fáum ekki eitthvað er þetta bara búið. Þetta er svo lítill svona barnaskapur og það er verið að selja fólki eitthvað sem við vitum öll að er ekkert raunhæft. Hver eru líkurnar á því, þú veist það sjálfur, hver eru líkurnar á því að samninganefnd Íslands standi upp eftir nokkra vikur, bergi í borði og labbi út? Hver eru líkurnar á því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sem hefur nú nánast helgað sitt pólitíska líf því að ná þessu jái og fara í þessa viðræður? Hver eru líkurnar á því að hún muni allt í einu standa upp fljótlegin í ferlinu og segja, mér finnst þetta ekki vera að ganga vel? Það verður náttúrulega bara hangið á þessu, áhyggjur af því, svolítið verið rætt líkum tímaraman í þessu. Ég heldur sem aldrei að tala minna en AMK 3-4 ár. Það er bara, held ég, lágmark. Og ég meina það verður hangið á þessu heillengi,
það munu koma einhver skilaboðum að eitthvað sé að þokast og einhverja skapandi lausnir að fæðast, en hvað fáum við endanum? Hversu raunhæft er það að við fáum einhverja undanþágu, eins og mér finnst nú samt umræðan vera svolítið að sammælast að við þurfum varanlegar undanþágur fyrir sjávarútveginn? Er það raunhæft? Já. Það hefur enginn fengið það. Við fengum það ekki síðast. Það hefur ekkert breyst hjá Evrópusambandinu síðan þá. Akkur ættu við að, skilur, þetta er svona, þú veist, ef þú hoppar upp og tekur skot frá miðju, það getur farið onni, en það er ekki kannski líkundar með því, skilur við. Nei, sérstaklega þegar húsvörðurinn búinn að segjast ætla að, sko, í rauninni setja einhver reka við fyrir körfuna, sko. Akkurát. Og þeir eru búnir, og þetta var náttúrulega, ég veit ekki hvort það, ég held að sé, sko, atrið úr The Other Guys, og ég var einmitt að birta færslu á Facebook, sko. Ég ekki, mér finnst sjávarútvegurinn vera bara viðbótar breyta inn í þetta. Ég veit að fólk horfið til þorskastriðanna og finnst rosalega mikilvægt að við höldum í þetta og eitthvað nefn. Ég persónulega ekki alveg þar. Ég einhvern veginn svona, ef þetta myndi make a sense, hvað varðar okkar hérna lögsögu og hvað varðar bara hagsmuni, þá, menna, ef við fengjum bara einhvern svona galnar upphæði fyrir það að gefa eitthvað hlutdeild af okkar þessum mílum sem við börjum svo mikið fyrir, þá ég bara svona, já, ég til ég að skoða það. En það er svona atrið úr The Other Guys, þar sem að Samuel L. Jackson og The Rock eru að leika rosalega löggur sem að fara rosalega glæfralega fram í öllu því svona aðgerðum sem þeir taka sér fyrir. Og það er eitt atrið þar sem að þeir deyja og það var búið að vera eitthvað zipline sem að skorið á og þeir eru hann á einhverju 20. hæð og hann segir hérna, these guys are pros. You're thinking what I'm thinking, og hann segir hérna, aim for the bushes, og svo bara stökkva þeir fram af. Þeir eru búin að vera í svo glæfralegum athæfum og mér finnst það að vera pínu þannig að þú veist, hollenska þingi segir hérna 146 þingmenn segja bara að það er ekki séns að Ísland sé að fara að fá einhverja undan þá, sko. Það er bara brandari. En það er mjög eðlilega afstæða hérna frá þeirra bæði þeir eru séð. Og við segjum hérna, já, en við getum talað við þá. Sjáum hvort það sé ekki aðeins að hreyfa við þeim. Og ég segi, ok, ef við náum að hreyfa við þeim, þá eru 26 önnur þing sem við þurfum líka að sannfæra þetta. Nákvæmlega, mjög góða punktur. Eitt af því eru Írar líka. Þeir hafa átt í einmitt deilum við Evrópusambandið og mikil óanægja svona þaðan, mann lesi fréttur þetta. Þess að þeirra heildarafli var klipptur niður, sem þetta ákvörðun, þetta var farið gegn því sem að Írland lagði til, eða írsku stofnanirnar. Þannig að við erum auðvitað með eins og þú bendir á, ég meina, sko, sjávarútvegur hjá okkur, hann er náttúrulega hlutfallslega dálítið stór. En það breytir því ekki, sko, það er sjávarútvegur í langflestum af þessum Evrópulöndum sem er bara býsna öflugur, þó hann sé kannski ekki jafn stór á þeirra, þú veist, mælikvarða, eða hlutfallslega jafn stór. En það breytir því ekki, það eru sjómenn og það eru útgerðarmenn í Evrópu sem eru búnir að beygja sig undir þessa stefnu árum og áratugum saman og færa í kringu það ákveðna fórnir. Og það er fróðlegt líka að sjá nefnir hollenska þingið, ég horfði á þessa umræðu, sko. Það er einhver málshefandi þarna sem greinilega hefur einhver tengslinn í sjávarútveginn, sko, einhver þingmaður, og hann einmitt spyr þessar spurningar, sko, akkur, þú veist, hollenski sjómenn og útgerðin hafa fært þessar fórnir, sko, akkur á einhvern veginn Ísland ekki að gera það. Og ég held að við þurfum að stundum að setja upp aðeins þessi glerugu, sko, því að við erum svo mikið einhvern veginn að semja við sjálf okkur hvernig við einhvern veginn gerum þetta. Hvernig lítur þetta út í heimi, sko? Hverjar eru líkurnar á því? Hvað eigum við inni hjá hollendingum sem mun valda því að þeir breyti þessu allt í einu? Eða Spánverjum, eða hverjum sem er öðrum? Ég er ekki að draga upp þá mynd að sko, þú veist, ef við færum í þess að viðræður, ég menn, auðvitað er eitthvað reynt að ræða málin og miðla málum. En mér sko, við erum að gera okkur grein fyrir þetta ansið svona stór bón. Þú veist, þetta er stór bón að segja að við ætlum að koma inn í sambandið, en við tökum ekki sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Og maður þarf líka að velta fyrir sér, sko, þú veist, í öllu þessu, hversu raunhæft er þetta? Hversu raunhæft er að þú segir, þú myndir ekki láta þetta kannski vera úrslitaatriði ef við værum komin á þann stað að þetta væri aðildarsamningur að kjósa það. Ég held að margir myndu gera það og ég held að þetta eigi svona þann sessstólti hjá þjóðinni að okkur þættu óþægilegt að missa yfir þessu. Yfir okkur auðlindum, yfir fiskimiðunum, þetta er svona partur af þjóðarsálinni, maður finnur það nú bara í allri umræðum sjávarútveg að þetta stendur okkur mjög nærri
og þetta líka bara svona, ef maður horfir á þetta, sko, við erum að fara inn nú, eða svona ákveða hvort við erum að fara í þess að vera og fara inn síðan í framhaldinu núna, þú ferð ekkert svo auðvitað út úr sambandinu í framhaldinu. Já, þetta er til eilíða, sko. Þetta er bara eitthvað sem er komið til að vera nema með miklum svona óþægindum við að ganga út úr því. Og við verum líka að velta fyrir okkur, ég meina, ef maður horfir á þetta bara út frá einhverju svona áhættu stýringu, sko. Ég meina, við höfum þessi fullu yfirráð í dag. Við þurfum ekki að semja við neitt um þetta í dag. Við förum hann inn, segjum að það er fundin einhver clever lausn á þessu. Kannski ekki undan þá en eitthvað svona, einhverja setningar. Höfum við trygging fyrir því að það get ekki breyst. Ég meina, þú veist, það er margt í þessu sem manni finnst svona dálítið óþægilegt og við verum svolítið að horfi, ég meina, við erum að semja þessi mál fyrir komandi kynslóðir, sko. Þetta er ekki eitthvað sem að, mér svolítið við getum ekki sett þetta sem skiptimynd á borði fyrir, við ætlum að lækka aðeins verðið á pítsum, sko, eða við ætlum að, viljum hafa þetta aðeins meira næs húsnæðislánið. Og ég er ekki lítið af fólki úr þeim þáttum þeir skipta máli, en þú veist, þetta eru hluti sem að, þú veist, við erum líka að horfa á þetta með svona 50 og 100 ára gleraugunum, sko. Og ég meina, þetta er nú þrátt fyrir allt, sko, okkar hérna matarkista. Já, þetta er líka, þetta er ástæðan fyrir því að ég ætla að segja já til að sjá. Út af því að ég vil sjá þetta spilast út. Já. Ég vil bara pínu sjá hvernig það verður þegar við myndum ganga þann inn. Já. Og við færum, eins og segi, bara fyrir þessi headline. Ég er í sjokki, Þórarinn. Þú býður mér í þáttinn. Ég er alltaf að ljúga, sko. Þú býður mér í þáttinn og þetta er eins og þetta segja mér upp svona óvænt. Nei, þetta er svolítið út af því að, og við höfum náttúrulega rætt þetta áður, sko, þú veist, við varum að fara til Evrópusambandsins og segja við þá, þú veist, já, við erum 400 manna þjóð. Hvað býðist okkur? Við ætlum að fá að breyta þessu fyrirkomulagi hjá ykkur, special deal for the Icelanders, sem að Þjóðverjar eða Frakkar náttúrulega ekkert, þú veist, þeir myndi ekkert semja út af því að samþykkja það út af því að þá er þeir náttúrulega bara komin í hræðilega stöðu gagnvart öðrum aðildarríkjum, sko. Akkurat, ég meina, Noregi bauðst þetta ekki á sínum tíma og maður líka alltaf að velta fyrir sér, sko, ég meina, hefur Evrópusambandsins gefið eitthvað vink það að þetta sé öðruvísi núna og það er stundum verið að vitni í einhver orð frá Ursulu von der Leyen og stækkunarstjórunum sem eru svona dálítið almenns eðlis. Það reynum að finna skapandi lausnir og reynum að leysa öll mál. Mér finnst það ekki nógu sterkur grundvöllur í raun og veru til að segja að það sé eitthvað nýtt, nýr kapli búin að opnast í þessu eða eitthvað mikil breyting vegna þess að má heldur ekki gleyma því. Ég held allt þetta svona management fólki, þeir sem eru í forystu fyrir stofnanir sambandsins, ekki gleyma því, sko, það væri mjög jákvæða fréttir fyrir þá að fá endurvakta umsókn Íslands. Staðan þar er svo að, ég meina, þeir eru að horfi að fá inn, ég man nú ekki listan alveg upp með þetta er Georgía, Svartfjallaland, Makedónia, Serbía, mögulega síðan meir Úkraína. Löndin sem við berum okkur saman við. Já, ég meina bara lönd sem eru á allt öðrum stað með bara fullir virðingu og ef verður náttúrulega alveg svakalegur pakki að byggja upp og nýr svona, ég var að reyna að biðja gervigreindina eins og allir Íslendingar að finna svona tölur í þessari umræðu en ég var að reyna að biðja gervigreindina og Google eitthvað að hjálpa mér hvað er búið að setja mikið pening í uppbyggingu í austur, út af stækkunin til austurs sem fór fram 2004 þegar ef ég man 10 lönd voru tekin inn og sko talan er 700 miljardar evra sem við erum að tala í uppbyggingar verkefni eins og vegi, hraðbrautir, brýr og alls konar uppbyggingu í löndunum og þetta er náttúrulega bara talið í einhverjum tugum biljóna sko, þetta eru svakalegar fjárhæðir og það kannski er í raun að vera að teiknast upp að það er ný svona lota framundan og auðvitað eru það góða, við erum held ég svolítið að horfa út frá þeirra sjónarhóli, sko, auðvitað er það góðar fréttir að geta sagt ok, við erum að fá samt líka umsókn frá Íslandi, sko. Íslendingar er ekki stærsta þjóð í heimi, en þetta er ein ríkasta þjóð í heimi. Mikil velmegun hér og svona long time partner í gegnum EES-samstarfið. Þetta væru góða fréttir þar, skiljiði hvað ég við, þó að viðræðurnar getur farið hvernig sem er. Þannig að mér finnst þessi ávæningu sem að kemur í einhverjum svona ummælum, mér finnst hann ekki nógu sterkur í raun og til að fullyrða það sé eitthvað nýtt. Það er eins og að Rauði krossinn kæmi til þín og myndi segja heyrðu, við ætlum að setja 80 milljónir í það að setja upp vatnsbruna fyrir fólk sem að þarf að halda. Já.
ekki til ég að láta mig hafa 600.000 krónur. Og maður hérna, mér finnst það frábært þessi ég bara á ekki 600.000 skall til að láta það hafa akkur og núna. Nei, og þetta í Evrópusambandið í einhverjum alltaf annari skák heldur en kannski við beinir þáttangandur í svona verkefni, menn það er verið að tryggja sér ákveðin yfirráð til austurs og byggja upp þessi lönd til lengri tíma og til að fá þessi lönd inn þá þarf náttúrulega pakkin að vera alltaf freistandi. Ég meina það er verið að bjóða löndunum hann til austurs, ég meina þau eru að fá aðgang bæði að þessum sjóðum, líka kannski allt í einu að innri markaðnum. Þú veist, maður sé nú allt annað sem Íslendingar hafa verið mjög duglegir upp á síðast að birta alls konar hagvaxtatölur og lífskjaratölur sko, og þetta er ábyrjandi, ég meina Rúmenía, Búlgaría, Ungverjaland, Slóvakía, mörg af þessum löndum hafa verið að, þú veist, það er mikill kippur þar. Þú veist, ég held að þessi fyrstu ár þeirra hann inni hafi verið góð. Við verum auðvitað að hafa í huga að þau eru að koma á allt öðrum stað en við höfum verið á sko. Þetta er ekki samanburðar hæft. Nei, svo er annað í þessu sem að mér finnst alltaf gaman að pæla í sko, sem að er varnarmálin. Núna, ertu eitthvað bilar, ætlar ekki að horfa til þess hvernig Trump er að haga sér og við þurfum náttúrulega við erum bara að velja núna, nú erum við bara komin í realisma, við erum bara komin í John Mearsheimer, bara hráan á Íslandi, sem ég heldur ekki sé ekki verið þetta, en það sem er mjög sérstakt núna í því, er að núna er heræfing sem heitir, að minnir, Norður-Víkingur, sem að er sterk nöfn á þessu NATO, já, Norður-Víkingur. Kaninn er alltaf í svona, skýrir allar löggjafir, Hillary, og svo er það einhvern veginn að blettin í það, hvernig þeir geta stafa það, sko. Við myndum alltaf heita eitthvað svona heræfing. Já. Norður-Víkingur. Norður-Víkingur. Þetta er svona power í þessu. Og Þorgerður Katrín, sem að, meðan í mann, er búin að lofa að ætla að koma, og eins og ég er búin að vera aðeins að stríða henni með að ef að hún hefur ekki tök á því að koma hingað út af því að hún þorið því ekki, þá held ég að vera mjög erfitt að selja þjóðinni það að hún getur farið í 3 ára samningaviðræður við ESB, hún getur ekki tekist á með einhver hlaðvarstúta, en og veist að því Þorgerður, en öllu gríni sleppt, þá erum við með þessa heyræfingu núna, og Þorgerður Katrín mætir og það er þessi heræfing og allir rosalega peppaðir og NATO og Trump sent me og þar kemur einhver rosa NATO með eins og einhver maður frá Norður Kóreu sko, búin að með allar orðurnar utan á sér og svona og segir já, ég meina Ísland, ég mun bara verja hver einasta sentimetra og í kjölfari kemur svo í ljós já, við ætlum að fjárfesta í innviðum hernaðar innviðum á Íslandi það verður bara aukið út af því að norðurslóðir eru byrjað að aukast nei, í auknum mæli í deglunni en þá er salan samt svo að við erum að fara inn út af því að við erum hræddir við herafli, ég meina við erum þá bara að segja nei við þessari heruppbyggingu en við erum hræddir við heraflið sem er að fara að fjárfesta, sem er að mestu leyti Kaninn Trump sendi þennan mann hingað til þess að tala það að hann ætlaði að fara að fjárfesta hér á landi í hernaðarinnviðum við ættum ekki að vera að leyfa manni sem er að fara að fjárfesta í herinnviðum hér á landi ef við erum svona hræddir við hann og það sé líka ástæðan fyrir því að við erum að fara inn í Evrópusambandið. En við þurfum náttúrulega bara eins og maður hefur nú sagt nokkur sinnum sko mína, við þurfum þetta bara að nálgast þessi mál með svolítið kaldan haus. Við erum 400.000 manna þjóð, við erum ekki til stórræðina í einunni neinu ef að til einhver átaka kemur. Það er bara staðreynd sem breytist ekkert. Þannig við þurfum að vera tryggja okkar hagsmuni með samningum og bandalögum. Ef eitthvað slíkt kemur upp, ég meina einhver ófriður í heiminum, varanlegur ófriður eða styrjöld eða eitthvað svona, maður þarf að spyrja sig sko, í hvers liði myndur vilja vera? Hvaða stórveld er fært það og hefur sýnt það ítrekkað, það er fært það að koma og bjarga þjóðum sem eru að verða fyrir innrás eða eru partur af einhverju styrjöld, það er auðvitað Bandaríkin. En þetta er auðvitað svona kannski svartasta eitthvað sviðsmyndin og kannski raunhæfari staða fyrir okkur að velta fyrir okkur er að ég meina það er kannski enginn að fara að ráða, eða mjög ólíklegt einhversi að fara að ráða sérstaklega á Ísland af öllum löndum sko. En við þurfum líka að velta fyrir okkur inn á hvað áhrifasvæði erum við. Ef það er einhverjir vondir kallar út í heimi að skoða heimskortið sko, hvernig viljum við vera á litin einhvern veginn, í hvaða sko, hvernig viljum við tilheyra?
og ég meina við erum í þeirri stöðu, við erum með varnarsamningu í Bandaríkin. Trump auðvitað eins og hann en það breytir því ekki, hann hefur ekkert það er ekkert komið frá honum Ísland eða neitt sem bendir sem eins breyting Ísland, hann mismælti Já, ég var orðið, hann rugglaðist inn þegar hann var í miðri Grænlandsræðu og en mér finnst það skipta máli, þú veist, það er ekkert sem bendir til þess að hann sé að með eitthvað Ísland einhvern veginn á radarnum. Auðvitað þessi umræða og allt þetta í kringum Grænland ekkert þægileg og maður fann nú alveg til með bæði grænlendingum og einhverjum skilningi Dönum þó að svona, maður kannski vorkenni þeim nú síður, gömlu nýlenduherrarnir að verja nýlenduna sína, en auðvitað er svona óþægilegt og þetta er svona einhvern veginn þvert á það sem menn eru vanir að það sé tala svona. Trump á 2 ár eftir núna, mjög reynar að fókusin síðustu 2 árin verði heima fyrir, hann er að fara í gegnum mjög erfiðar kosningar núna, þingkosningarnar í nóvember ef ég man rétt, sem að svona allt bendir til að þau tapi allavega fulltrúadeildinni og tæpir í öldungadeildinni, þannig að hans svigrúm mun minnka til að geta verið svona eins og hann hefur verið að gera, hann fer svona hratt inn víða í alls konar flókin mál og árangurinn af því hefur nú verið ekkit endilega frábær. Ég held bara að pólitískt fyrir hann hafa hann ekki einhvern veginn svigrúm í það síðustu 2 árin sín. Hann þarf að huga alls konar hlutum líka, hver tekur við af sér og hverju skilar hann og svo framvegis. Ég svona í stuttumáli sagt, jú, það má segja margt Trump og þetta var ekkit skemmtilegt. Það er ekkit sem bendir þess að þetta hafi áhrif á okkur. Það er ekkit sem bendir annars en þess að varnarsamstarfið við Bandaríkin sé bara sterkt. Var ekkert sem bendir annars en að það sé það mikilvægasta í þessu. Auðvitað eigum við bara eiga gott samstarf við Evrópu líka varnar og öryggismál og svona. En sko, ég meina, er Evrópa hervæðast? Eitt af því sem svona Trump hefur sýnt fram á og er alveg punktur sem er réttur hjá honum að Evrópa hefur verið mjög góður sjálfa sig þegar kemur að varnarmálum. Hún hefur bara svolítið eftirláti Bandaríkjunum að sjá þetta fyrir sig, þannig að framlög til varnarmála veri lág og kannski það sem meir er að þó það sem er eyrnavert í varnarmál er að fara í ykkur mjög svona undarleg verkefni innan þess að vera varnarmál, að vera að byggja, þú veist, að vera að verjast í þeim skilningi að fara í loftslagsaðgerðir eða það er að vera setið í alls konar, það er ekki bein svona hörð, ykkur varnar uppbygging. Það er að tala að þetta sé að breytast og það er ágætt, en maður þarf aftur að velta fyrir sér maður fyrir í þessar sviðsmyndi, sko, eitthvað fyrir að verða óró í heiminum. Evrópa erum við að tala um það, sameiginlegan evrópskan her, menn eru mjög skýrir á það, sé ekki neitt sem við þurfum að ágjöra af. Er þá hvert og eitt land að fara að senda eitthvað, ég veit að ég sé þetta ekki alveg. Nei, það er líka að bæta við nokkrum breytum, ef ég má. Og ég það bara svo í botnenda, sko, það má ekki vera að þú sett að velja með Liverpool og Manchester United, sko, í Evrópu eða Bandaríkjunum. Við verðum sem þjóð af okkar stærðargráðu og með okkar staðsetningu, við verðum bara að vera alltaf klók. Það er fleiri í þessu, sem er líka það, eins og Albert Jónsson hefur verið að segja, og við einhvern veginn túlkum svona alþjóðastjórnmál að mínu mati svolítið sérkennilega, og ég er mikill bara John Mearsheimer maður, ég tel þetta sé rosalega mikið hagsmunir, þess vegna held ég að þegar við förum til samningaviðræðna við ESB, þeir eru ekki að fara að hugsa þetta út frá okkar hagsmunum, þeir eru að fara að hugsa þetta út frá hagsmunum ESB, en það væri það fáránlegt að þeir væri að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, alveg eins og við ættum að vera að berjast fyrir hagsmunum Íslands, við erum ekki að hugsa eitthvað heildarsamhengi ESB nema við værum komið þannig inn. En Albert Jónsson hefur svo oft bent á þetta sem að mér finnst það vera langbesti punkturinn í þessu, sko, að Bandaríkjamenn eru ekki með viðveru einhverju góðmennsku og svo við getum sleppt í að vera með her. Það er bara eins og Franklin D. Roosevelt, minni mig, hafi sagt að sá sem er með Ísland er með byssuna sem getur verið með á gagniða Bandaríkjanum. Og það er staðan. Þannig að þegar fólk er alltaf, þú veist, einhvern veginn að við ættum að fara að stilla okkur upp og fara að segja svona, Trump, farð þú nú aðeins að, við erum ekki alveg nú hrifin, þú veist, segjum svo að út af þessari hernaðaruppbyggingu, að við myndum þá bara standa við stóru orðin og segja, heyrðu, við erum bara ekki hrifin af því hvernig þið komið fram við Grænland, við viljum bara gjöra svo vel og pakka saman og fara. Ég held að við gætum það, þú veist, það væri svolítið skrítin bón, bæði út frá okkar hagsmunum, en líka sérstaklega þeirra. Og það er þetta sem að fólk einhvern veginn vegur ekkert oft inn í þetta, er eitthvað að pæla svona út, sko, þeirra viðveru út frá okkar hagsmunum og hvort þeir séu spenntir út að þeir fóru 2006, en það var bara því að þá var þetta skilgreint sem svæði sem að þyrfti ekki jafn mikla viðveru,
en það breytir því aftur á móti ekki að núna bara heiminum breytur sem vissulega rétt en þeir eru að gera þetta út frá sínum hagsmunum þannig að þegar við erum að tala að velja lið og eitthvað þannig það bara ekkert svakalega mikið í takti við þær breytur sem eru augljóslega fyrir hendi sko. Nei. Þetta alveg fróðlegu punktur sko, ég meina, en sko aftur, ég held að sé líka svolítið kunst í þessu sko að hafa bara eitthvað að við höfum komið þessum málum ágætlega fyrir. Við erum aðilar að NATO, við erum með varnarsamninginn og við eigum bara í mjög fínu samstarfi við Evrópu þessi mál og sem betur fer og bara 713 nú kannski ekki stærstu áhyggjurnar hér einhver yfirvofandi hernaðarógn eða við erum ekki með einhvern nágrannaland sem að einhverja stórveldisdrauma að taka yfir nágranna sína eins og sumlönd búa við sko og svo framvegis þannig að við njótum okkar legu að mörgum hluti þessu og ég held að sé þetta aldrei atriði að við séum ekki að endilega heldur að rugga þessum bát og mér hefur fundist stundum fróðlegt að sjá hvað íslenski stjórnmálamenn sko eru ganga langt í að leika internetaktivistan sko yfir einhverjum hlutum sem að gerast í Bandaríkjónum og svo framvegis sko ekki í þeim skilningi að menn með ekki hafa á þeim skoðun og tjási og svona sko en við verðum að muna sko, ég meina við erum í samstarfi við þessa þjóð og menn verða að virða það dálítið líka þó að Trump sé eins og hann fer skilur, hann verður farinn og við veitum ekkert hver kemur og það alveg ágætis líkur á við fáum bara einhverja allt öðruvísi manneskju sko sem næsta forseta þannig að það má ekki taka þetta mál og reyna einhvern veginn að teygja það yfir í eitthvað stórmál sko eins og mér fannst nú ESB-hreyfingin svolítið vera þar til að byrja með svo þetta mál hafa svona dottið dálítið að dagskrá sko kannski að því að þessi málefni tengt Grænlandi leystust og fóru í meira var sko. Já og svo Norðurvíkingur skilur og við rosa peppuður skilur. Já. Nei, þetta sérstætt. En það annað sem ég vildi líka ræða við þig. Já. Sem eru húsnæðismálin. Út af því að það sem gaman út af því að nú höfum við þú hefur reynslu af uppbyggingu það ekki og ég hef reynslu af því að vera að kaupa og selja með einmitt það markmiði að reyna að sjá fram að það hvar maður getur haft eitthvað upp úr því. Já. Og ég aftur á móti hætti því út af því að ég hafði ekki alveg magan í það þegar Excel-skjali var að segja við mig að ég þyrfti að vera að selja eitthvað þá var maður með fjölskyldur kannski í leiguhúsnæði þá hafði ég ekki magan í þetta sko. Þannig ég hætti þessu. Mér finnst það nefnilega fallegt að heyra. Það eitt af því sem hefur verið sett aldrei á borðið í þessa umræðu mörg ár að leigusalar séu upp til hópa varasamt fólk sem þurfum við að ég ætla að vera með mjög strangt eftirlit með ef það megi leifut yfir höfuð. Því íslenski leigumarkaðurinn uppbygguð þannig að langstærsti svona leigusalinn, ef maður getur talað á þannig, bara einmitt venjulegt fólk. Þessi 70% minnum ég einhver að við sagt, einhver greiningu allavega íbúðahúsnæði. Já, við séum svona þessar tölur oft aldrei einhvern veginn á flugi, sko, þetta allavega mjög stór hluti markaðarins. Og þá bara að tala með mig eins og þú ákveður nota þinn sparnað eða eitthvað slíkt í að eiga kannski auka íbúð eða tvær og leigir þær út og ég held bara staðreyndin sé svo að í lang flestum yfirgnæfandi meirihluta tilfella bara gengur þetta vel og fólk á bara í góðu sambandi við sinn leigusala og sinn leigjanda og allt þetta þetta örugglega einhver dæmum svo sé ekki þau hafa oft aldrei ratað fyrst mér í fjölmiðla en í það heila þá þetta bara jákvætt að fólk sé að kaupa íbúðir og verja sínu sparnaði það og leigja þær út. Það væri auðvitað kannski horfið öðru sér við að þú heldur þeim tómum eða þú væri að láta það grotna niður eða eitthvað slíkt. Það eitt sem líka stundur reynd að henda fram sko. Það della. Já, aftur, þetta svona eitthvað sem þú getur fundið kannski einhver örfá dæmi á fingrum annarar handar en þetta ekki raunveruleiki. Ég að segja þú þessi punktur hérna sem að var að spóla upp sko að væri verið að leigufélög væri að kaupa upp eignir til þess að halda þeim tómum til þess að halda uppi leiguverði ótrúlega dýru. Akkurat. Það bara heldur engu vatni. Akkurat. Að þú geti verið að tapa mörgum milljónum í leigutekjur út til þess að vera í einhverju makró samhengi að reyna að hækka leigu þetta galið. Já, það dálítið mikið búið að teikna upp sköllótta vondakallinn með kissuna sko úr James Bond sem hann víða á leigumarkaðinum greinlega. En þetta og það kannski eins og segir sko gögnin, það svona fróðlegt að lesa stundum skýrslur og svona sko. Og staðnetinn svo þegar þú lest í gegnum þetta að þá ekkert sem að
það engin úttekt eða nein skýrsla eða nein gögn sem sýna fram á eitthvað svakalegt ófremdar ástand á íslensku leigumarkaði. Þetta kannski frétt fyrir mörgum sko, því að þannig hefur þetta verið málað alltaf upp í fjölmiðlum. Auðvitað þú veist, með því ekki að segja að það sé allstaðar auðvelt eða leigan sé ekki há í hugum margra. Þannig það bara, þannig það á leigumarkuðum annar staðar. En þessi sko, maður verður svolítið var við þetta nýr á þingi, það svona í þessum umræðum sko, þá svona oft nóg að segja sko, þið þekki nú þessi dæmi, þið þekki hvernig komið fram við fólk, en staðan er svo að það ekkert sem bakkar þetta almennilega upp, annað en bara, þú þarf bara að fara og fletta upp á Devaf og finna einhverja svona þannig fréttir sko, og sem eru kannski þá einhverja deilur, persónulega deilur þar á baku, eitthvað slíkt sko. Staðan er það er ekkert sem bakkar upp að þessi eitthvað meira ófremdar ástand hér en annar staðar. Þannig hefur verið talað og þetta hefur síðast alltaf inn í stefnumörkun síðust ára. Og við erum komin í það núna, ég meina við erum náttúrulega með sístækkandi svona mengi, þetta hefur undir ýmsum nöfnum, þetta bæði félagsbústaðir hérna í Reykjavík sem eiga yfir 3000 íbúðir, með ansi hressileg tala. Við erum með þessi óhagnaðardrifnu leigufélög sem eru komin upp í rúmlega 1000 íbúðir, svona Bjarg langstærsta slíka félagið. Það hefur komið fram að það eru 7000 manns á biðlista eftir að komast inn í svona úrræði og það túlka núverandi stjórnvöld sem svo að það þýðir ekkert annað en að byggja og mæta því. Svona óhagnaðardrifin íbúð er þannig uppbyggð að opinber framlög dekka 30-35% af kostnaði og leigan er 30-35% lægri en markaðslega. Þetta svona, kostnaðurinn er metinn, það svona fyrir aðeins eftir í hvað tekur inn í þetta, opinberatalan það búið að setja einhverja 44 milljarða í þetta kerfi. Viðskiptaráður sagðist að þeir að rekna líka inn í fjármagnskostnað sem er niðurgreiddur og þessi félög fá sko 50 ára lán. Þannig að þeirra matir þetta séu kannski 60 og 3-4 miljardar, stóra tölur og mér finnst svolítið fróðlegt þegar maður hugsaði, maður fer alveg ofan í bara kjarnan í þessum pælingum, þessari hugmyndafræði sko. Þá eiginlega alveg óskiljanlegt að við séum ekki líka að horfa á til matvörumarkaðinn. Setja upp óhagnaðardrifna matvöruverslun sem því kannski með 30% ofurframlagi og svona ákveðin hópur sem uppfyllir við skilyrði fengi að versla sér matvöru á 30% lægra verði en gengur og gerist. Eða fataverslanir, eða bílaverslan, eða svona bílasölur og svo framvegis. Vegna þess að ef þú ferð ofan í sko kjarnan í rökræðinu þá hann dálítið þar. Þetta bara þetta farið ofan í bara gömlu góðu vinstri mennskuna sko að þetta sé bara það dýrt og það sé það mikið af svona vondum óheppilegum aðilum þarna úti sem að hagnast að það verði að stíga svona kröftulegin og farið þessa miklu uppbyggingu. Ég segi það sjálfur sko, það þarf auðvitað alltaf að gera ráð fyrir einhverju félagslegu húsnæði, mér finnst það alveg eðlilegt sko, en þetta hlutfallið fara að verða mikið og mér verð að segja að mér fannst svolítið svona athyglisvert að heyra rökka eins við það í umræðum þingið það að breyta einhverjum lagaheimildum í kringum þessi mál núna í vor og þá kom þetta fram sko að það væru 7000 manna biðlisti og það eitt og sér virðist vera sko röksemd í huga ríkisstjórnarna fyrir því að stórauka þessu uppbyggingu sko. Í staðis að við séum einhvern veginn að reyna að velta aðeins fyrir okkur, erum við, þú veist, hvað kostar þetta? Hver borgar þetta? Og hver borgar þetta? Og það náttúrulega bara almenningur í einhverjum skilningi, en svo líka þetta bara verktakinn, venjulegi verktakinn sem að reyna að byggja íbúðir fyrir venjulegt fólk ef svo mórið komast, sem fara á en almenna markað. Það búið að svoleiðis hækka kvaðir og gjöld og kostnað. Þetta kom upp í það að þú til þess að geta komist áður nú getur byrjað að taka fyrstu skóflustunguna, máttu reikna með að vera að borga kannski svona 13-15 milljónir fyrir 100 fermetra íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Og venjulega fólki og fyrirtækjaeigendunir. Og þetta eru náttúrulega bara 13-15 milljónir sem fara beint ofan á verðið á íbúðinni sko. Ég meina þetta ekkit sem þú hristir neitt úr peningaheimninum eða trénu sko.
Þannig að við erum á svolítið svona skrýtnum stað í þessu og maður svona, eins og ég segi, getur alveg gert ráð fyrir þetta, það er að vera félagslegt húsnæði til staðar og í boði. Mér finnst við hafa tekið þetta ansi langt og það er svona orðindaldið áhugaverð spurning sko, hversu langt getum við gengið í að fjármagna þetta, láta almennamarkaðin borga fyrir úrræðin sko. Og það verður kannski hvergi skýrara en bara svo í botninu þennan rand sko, að það verður kannski hvergi skýrara en í félagsbústöðum í Reykjavík. Þar sem að þetta er gert þannig að til að greiða og liðka fyrir uppbyggingu félagsbústaða að þá setur Reykjavíkurborg að hefur svona vona að þessu verður nú breytt sko. Það verður þannig að 5% af byggðum íbúðum, þannig að þú ert verktaki, þú byggir 100 íbúðir á reitt, þá fara 5 þeirra til hliðar, eru seldar til félagsbústaða á niðursettu verði, svona 500 skall fermetrinn. Félagsbústaði fá þetta, taka þetta inn í sína bækur á hinu rétta verði, sem er kannski 1 milljón kall fermetrinn, og þannig hefur verið búið til bara bókhaldið með vísandi þess. Já, þannig hefur verið búið til hagnaður í félagsbústöðum. Og svo var svona mjög gaman að því að þú heyrir nú aðeins búin að vera að nördast í þessu og grúska í einhvern skýslum og svona, það er mjög áhugaverð skýsla sem var gerð núna í vetur fjárhagsvanda félagsbústaða og hvernig megi leysa hann. Og það var náttúrulega ein hugmyndin að einfaldlega taka þetta 5% hlutfall og hækka upp í 10. Það nátti ekki 10 íbúðir en ekki 5. Segjum að þú flettir svo inn í bókhaldið með vísandir. Ég ætlaði nú bara að stöðva þetta kurteisi sjálf sem þú kallaði að ranta einhverjum óskiljulegum ástæðum. Sko þetta er náttúrulega bara þessi þvæla þegar við hófum að byrja að kalla húsnæði mannréttindi. Að þá allt í einu fórum við að huga því, já, þá verður hið opinbera að koma hérna og grípa inn í. Þeir þurfa að koma að því að byggja upp og úrvarða stéttarfélögin með sína gölnu hugmyndafræði fóru að segja, ég kann að byggja hús, auðvitað kann enginn að byggja hús, þeir þurfa náttúrulega bara að fá til sín verktaka en þeir aftur á móti geta sleppt við fjármagnskostnaðinn. Síðan byggja þau upp fullt á húsnæði sem að þau kalla óhagnandrifið þrátt fyrir það að velta einhvern 28 milljörðum eða hvað sem það var. Bara svo í Kastljós og segja, já, það eru nú bara vondir verktakar sem eru ekki að sinna þessu sem að við ættum að vera að fá lóðirnar hjá líka. Nú hvernig? Já, með því að skattgreiðendur og lífeyrissjóðsfélagar séu að niðurgreiða tilvist þessa húsnæðis. Þetta er náttúrulega bara galið, sérstaklega þegar það er verið einmitt að halda verðinu niðri með einhverjum bókhaldsbrellum og segja líka í ofanalag að þetta er að vera fyrir sér fólk á sérlánum með sérkjör á sérlaunum með allt sér. Akkurat. Og við bara þetta er örugglega flott. Og síðan kemur bara upp úr hattinum að sjálfsögðu minnka framboð út af því að við erum ekki að nýta þau aðföng og hámarka það að geta byggt upp húsnæði. Akkurat. Og ástæðan fyrir ég vildi tala um þetta var einmitt það að núna erum við búin að vera í þessari dellu. Það var viðtal í gær við mann sem er í húsnæðisuppbyggingu sem að kemur fram og segir að við getum ekki staðið undir hærri stýrivöxtum sem að náttúrulega allir þessir lífeyrissjóðir og þetta góða fólk sem að þykist kunna búa til húsnæði en vill bara rétta lyklana yfir borðið út af því að þau vilja klappa sig upp sem góða manneskju eru búin að verja sig fyrir. Þeir eru að borga þessa stýrivexti en geta aftur á móti ekki hámarka aðföng bæði vinnuafl og aðrar vélar til þess að byggja húsnæði. Og þeir segja bara, ef það verður stýrivaxtahækkun þá þurfum við bara að hætta að byggja upp húsnæði sem er þessi framboðsvandi sem verður þá fyrir hendi. Þá kemur inn í umræðana ESB. Það sem fólk er búið að segja við okkur, vextir munu koma til með að lækka eitt og binga við gangum hann inn. Ég hef mínar efasemdir það. En segjum að það sé rétt. Hvað þýðir það fyrir kaupspámenn? Þeir vita að framboð er ekki að fara að lagast á næstunni út af því að það er búið að keyra niður markaðinn með vísan til einhverja góðmennsku og mannréttinda og einhvern svona kjaftaði. Stýrivextir koma til með að lækka, framboð er ekki að hækka, kaupspámenn koma inn, ég get bara nýtt minn fjárafla, fjármagn til þess að kaupa upp meira húsnæði út af ég fæ ódýrara fjármagn á lánum frá bönkunum með vísan til lægra vaxta. Og þá erum við komin í fólk held að COVID væri slæmt. Já. Þá var allavega bingamarkaðurinn í allt í lagi ásigkomulagi. Núna er hann ekki í góðu ásigkomulagi. Ef við förum í það að handstýra þessu, eins og ég segi, það er svo mikilvægt að þriðju breytu fyrirkomulag kom inn. Það er að segja hvað þriðju breytur valda því að stýrivextir lækka. Húsnæði hefur verið þriðjungur af verðbólgu, sem að þýðir það
að stýrivextir hafa verið að taka mið af húsnæðisverði. Ef að það ekki breytingar á þessu með vísan til framboðs og eftirspurnar heldur þriðju breytu eins og COVID eða eins og ESB að þá munum við fara í ævintýralegar húsnæðishækkanir sem að, já, eigna fólk mun koma til með að græða mest á en samt þetta fyrir unga fólki á framtíðina. Akkurat og það svona eins og einhverja hafa bent á þetta fengum við svona smá sýnishorn af þessu eins og nefnir í COVID þegar vextir húrruðust hratt niður og ég meina hvað gerir það nú bara vel þekkt lögmál í hagfræðinni þegar vextir lækka og hækka eignaverð og það alveg sjónarmið og ef við værum að fara inn í þennan leiðangur og fara að taka upp evru og fara svona, já, hvað að segja, sjóða okkur föst við evru vextina sem eru almennt að vera lágir að þá má gera ráð fyrir bara í töluvert sterkara magni þessum áhrifum sem þú átt að lýsa það mun rjúka upp eignaverði, það held ég engin spurning aftur á móti má velta fyrir sér hversu raunhæft það því að við erum með hagkerfið okkar í miklum hita núna það er nú ástæðan fyrir að Seðlabankinn er að byrja síðast í morgun að við erum takið upp á miðvikudegi og live og stýrivaxta ákvörðum bara í morgun konum í 8%. Þannig að ég meina, þú horfir á hagkerfið hvað er að gerast, það er bara augljóslega að gerast að það er verið að þetta er bara signal frá Seðlabanka, við verðum að hægja á okkur. Og það er alveg ljóst í hann eins og fyndið talið með evru, það er svona nánast eins og við getum bara, eins og fólk lítið hafa við getum bara svona kippt efnahagslögmálum úr sambandi bara. Kippt efnahagslögmálum úr sambandi og nánast bara fengið evruvextina einhvern veginn eins og það sé bara svona, við þurfum bara þetta sé bara svona stór tústabla og þú þurrkir út 8 og setir 2% í staðinn en þannig virka þetta ekki stýrivextir eru bara ástandið í hagkerfinu hverju sinni og ég meina það mun taka okkur mjög langan tíma og útteimta aðgerðir sem við þurfum að fara í hvort þið til að ná niður vöxtum reglurnar í Evrópusambandinu og Maastricht sáttmála til að taka upp evru eru mjög stífar þú voru að vera búin að ná vöxtum niður þannig að þeir með ekki verið 2% hærra en meðaltal hjá 3 lægstu þjóðunum í held ég ár eða 1,5 ár undan. Það er svolítið tæknilegt en segir í mjög einföldu máli vextir þurfa bara að vera býsna lágir í dálítinn tíma og þetta verðlag líka, þetta hangir saman. Við eigum bara alveg gríðarlega vinnu eftir sem við þurfum að fara í hvort þið til þess að komast á þann stað og það er nú eins og oft er nú vitnað í ummæli Kristrúnar Frostadóttur frá því haustið 24 fyrir kosningar að eins og hún sagði þegar að vextir og verðlag hækka á Íslandi þá eykst oft áhuga á Evrópusambandsumræðunni svo þegar það fer niður þá einhvern veginn fer þetta mál alltaf á dagskrá og það er auðvitað það sem að mun gerast þegar við komumst vonandi loksins út úr þessu hávaxta umhverfi þá getur þetta þá mun þetta lækka vonandi hratt en við þurfum að sjá hvernig það fer fólk fyrir að njóta þess mjög hratt í sínum kjörum. Íbúðalánin ekki þá á óverðtryggð íbúðalánin sem alltaf nú vera að rekna einhver 8-9% vextir heldur geta þau farið niður eins og var í COVID í mjögast fyrir að fá lána á kannski 4-5% vöxtum óverðtryggt og enn lægra og tókst verðtryggt. Þannig að þessi mál munu koma niður það að við komumst inn í evruna geti verið við erum að tella það er allavega áratugur í það ef við færum í þessa vegferð þannig að hvernig það annað kannski dæmi eitt af því sem hefur verið sett í svona afskaplega huggulegan lítinn pakka í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þessi stilt upp eins og bara nánast engum vandamáli við fáum evruna mjög hratt það ekki mikla líkur á því og aftur við verðum að fara í gegnum þetta en svona að því við vorum að ræða þetta í samhengi húsnæðismarkaðinn þá þetta fróðlegt og það sem að mér finnst alltaf skipta mestu máli þetta að fólk hafi eitthvað fólk þarf að hafa öryggi í sínum húsnæðismálum það það ókostur skulum við segja við að vera á leigumarkaði að þú getur þurft að vera háður einhverjum dullungum eða þú getur þurft að færa þig eða samningurinn rennur út og fara ekki nýjan eitthvað slíkt leiðin til út úr þessu varanlegasta leiðinu þetta að fólki sé gefin kostur á að eignast og það það sem að mér saknar svolítið úr allir þessari úrræða súpu sem hefur í gangi og því eins og þú nefnir það þetta byrjaði ekkert bara núna með þessum ógnadrifnu félögum það hefur verið íbúðalánasjóður og það hefur verið alls konar úrræði gegnum tíðina og sennilega ekki tilneitt málaflokkur sem meira niðurgreiddur og studdur af opinberu fé heldur en húsnæðismarkaður
En það sem að mér finnst sko við verðum að gera fólki kleift er að geta sko eignast þessar íbúðir, aðstoða það við það og það er auðvitað eitthvað sem er áhyggjuefni í dag, ég meina ungt fólk sem er að fara út á markað og ætlar að kaupa sér litla íbúð á höfuðborgarsvæðinu finnur íbúð fyrir 50 milljónir. Það er svona bara á grensunni sko. Já, eiginlega ekki sko. Já, og ég meina útborgunin þar er þá, þú veist, 10 milljónir líklega, eða jafnvel meira. Þannig að þetta er svona bil sem að mér, sko, úrræðin í mínum huga ætti að vera að horfi að brúa, þú veist, þarna myndi ég allavega, ég sé þetta nálgast þetta einhverju skilningi bara með sem svona markasinni og hægrimaður en mér myndi segja sko réttlætingin fyrir úrræðum er að auðvelda fólki að koma undir sér fótunum og fá eitthvað öryggi á markaðinu sko til lengri tíma, skilurðu. Frekar en við séum að búa til hvert annað leigufélagi fætur öðru sem rettar er ódýr í leigu sko á vísu á kostnað einhver annara og svo sé það bara einhvern veginn valkosturinn sem verði til staðar. Já, það er líka sko, það er eitt í þessu sem að ég tek undir þetta og ég held að það sé pínu leiðilegt fyrir fólk einmitt að pæla í þessu og ég svona, þú veist, þetta er bara ótrúlega tæknileg umræða. Þess vegna finnst mér rosalega gott bara að íhuga þetta eins og segja, sko, og eins og ég sagði nú, ég var með Snærós Sindradóttur hérna í gær, þetta sem ég er að fara að gefa út og þar vorum við með að tala þetta og ég var að reyna að fá upp úr hennu, sko, af hverju verður húsnæði til? Veist, hvaða kraftar hver er prime mover að því að húsnæði verður til? Jú, það er einhver byggir húsnæði, sko. Og það er ekki út af því að Halla Gunnarsdóttir sé miður sín út af húsnæðiskosti lágtekjufólks. Það er bara ekki ástæðan fyrir því að fólk byggir húsnæði. Það er einhver sem að sér hag sínum borgið í því að mæta á byggingarstað, fórnarkostnaðurinn af öllu, að þeirri ákvörðunir allar aðrar ákvarðanir, hann ákveður hins vegar að byggja þetta húsnæði. Af hverju kýs hann að gera það? Það er út af því að það er einhver annar aðili sem er tilbúin til þess að greiða honum fyrir það. Við erum hins vegar komin í þá stöðu að 30% af því að byggja húsnæði eru opinber gjöld. Og alveg sama hvað verktakarnir væla mikið yfir þessu og segja bara við viljum bara byggja húsnæði á sem bestan máta á kjörum sem að fólk getur staðið undir. Hið opinbera segir, nei, þið eruð gráðugir og vondir og ég ætla að fá 30% af þessari köku og ég ætla líka reyndar til viðbótar að fá hérna ódýrara húsnæði til þess að geta flett inn í félagsbústaði. Þetta er galið og náttúrulega líka með það að halda lóðum út af því að ég er í einhverjum loftslagsaðgerðum í ofanalag sko og til að innviðirnir hérna munu verða betri fyrir vikið. En ástæðan fyrir því að húsnæði verður til er út af því að einhver skapar það. Akkurat. Hvernig gerum við það sem ákjósanlegast og sem skynsamlegast og þannig að það getur einhver staðið undir því að eiga þess kost að kaupa það húsnæði. Og því að það sem að mér finnst pirrandi og þú ert náttúrulega með sérfróður í þessu og hefur verið í þessu er fjármögnun á svona stórum kjörnum og fjármögnun á svona stærri verkefnum. Og að einhverju leyti hefur mér þótt það svona þvæla svolítið umræðina og því að þetta fer alltaf þangað. En við erum aldrei að pæli bara svona grunnþáttum, bara af hverju kýs einhver að búa til húsnæði. Það er út af því að hann sér hag sínum borgið. Og til þess að fæða sína fjölskyldu með uppbyggingu. Þeir eru ekkert, og ég veit alveg að þú veist það eru margir aðalar í þessu og allt það, en það eru líka bara mjög mikið af litlu verktökum sem að ná ekki að uppfylla þessar kröfur það að geta byggt upp 450 íbúða kerfi í Efstaleiti. Það er ekki allir eins og Skuggi, það er ekki allir eins og Þorgi, það er bara þessi smærri verktakar sem hafa ekki tök að uppfylla þessa standarda sem að þeir vilja að sé fyrir hendi. Og þá eru þeir bara ekkert að nýtast. Svo náttúrulega eitt sem við höfum kannski ekki rætt en er búin að vera stór fíll í þessu öllu er náttúrulega þessi þéttingastefna Reykjavíkurborgar sem að var keyrð af, þú veist, það er ágætt að þétta borgir. Það er held ég bara alltaf skynsemi í því að það eru reitir inn á milli sem eru ekki í notkun að nýta það. Það er bara skynsemi. En þetta var einhvern veginn tekið miklu lengra. Þetta var keyrt þannig að það verið bara þétt og við ætlum alls ekki að brjóta nýtt land. Þetta var nú bara yfirlýst stefna og menn þóttu nú bara hinn vestu menn eða voru alltaf að brjóta nýtt land sko. Ég var að skjóta inn í, það var nefnilega besta moment síðustu kosningabaráttu fyrir sveitarstjórnarkosningar
var þegar að Einar Þorsteinsson tók eitthvað randum þéttingastefnuna og þá kom Heiða Björg Hilmisdóttir og sagði bara hvað gerðist? Og þetta var í miðjum silfurþætti, þá bara hættu þau allt inn við þetta. Bara þetta er náttúrulega bara búið að della, sko. Við erum hætt við þetta. Mjög fróðlegt talandi það er kosningar, sko, að þau urðu mjög fljótt pólitískt svona munaðarlaus öll verkefnin sem að Samfylkingin einhvern veginn hefur hangið á og lagt mikið pólitískt púður í, borgarlínan, þéttingastefnan og svona ýmislegt fleira, sko, og alveg merkilegt fyrirbæri, en og af hverju þéttingastefnan óvinsæl? Já, kannski vegna þess að fólk átta sig á því að þetta er svona rosalega þröngur og erfiður rammi að vinna með, að ætla bara að koma inn í gróin hverfi og byggja. Þetta hækkar verðið, þetta gerir allt flóknara, líkurnar á deilum við nágranna og einhver samtök í hverfinu og svo framvegis stigmagnast. Þetta á að vera option fyrir þá sem eru til í það og góðir í því, en þegar þetta verður eina sem er í boði, þá gerir það náttúrulega svo svakalega markaðin svo svakalega þungan. Það var bannorð og næri ekki hámarka aðfengi, það er mikilvægast. Akkurat, og það var svona eitthvað bannorðum tíma, þú mátt ekki brjóta nýtt land, svo var einhvern veginn, þú mátt brjóta nýtt land ef það er einhvern veginn tengt borgarlínunni, menn eru nú bara býsna efins hvenær hvort hún kom yfir höfuð. Þannig að þetta er allt svona dálítið sérstætt. Það sem er annað líka sem ég fannst fróðlegt, þetta var nú á tímum loftslags maníunar, ef sem við orðað þannig fyrir nokkrum árum í umræðinu, við höfum nú rætt þetta stundum. How dare you? Já, how dare you, Greta Thunberg er svona kannski andlit þess tíma, það sem að við vorum einhvern veginn og stjórnmálamennarnir í mikilli sannfæringu það, við værum bara á hraðri leið til glötunar í loftslagsmálum. Og þetta átt að vera eitthvað svona partur af því, þú keyrir þá minna, þú þéttir borgina, keyrir minna. En það finna sko hvað gerist fyrir svona svæðin svo Reykjavík. Þú þéttir, hækkar verðið, hvað gerist? Kjarnarnir í kring, klukkutímaradíusinn í kring, Reykjanesið, Akranes, Hveragerði, Selfoss, svo framvegis. Það hefur verið búm þar. Mikið byggt, mikið að lóðum og margir sem bara einfallega hugsuðu, herðu, ég get fyrir nýja íbúð á þéttingarreit í Reykjavík, fæ ég bara fínt raðhús eða ég vil einbýlishús til ég leggja á mig að skutlast yfir heiðina. Var það tekið með inn í umhverfis fótsporið, skilur? Hvað voru við að græða á þessu, sko? Þú vantar svona aðeins þessa sína á þetta. Og ég held að það eru þungir tímar á fasteignamarkaði núna og það ég meina, einhver hvíslaði því að mér að sko, svona meðalverktakinn sem situr með lagar af óseldum íbúðum, hann megi reikna með svona 1 mánaðamót er cirka 1 töpuð íbúð í bara vöxtum, sko. Og þannig að, þú veist, og miðað við svona einhvern veginn útliti núna, það virðist ekkert vera að verða svona byrti yfir alveg strax. Getur verið að séu tækifæri þó í stöðunni líka, kannski er ágætt aðeins að núllstilla þessa stefnu frá síðustu árum, hugsa þetta aðeins öðruvísi og ég held að fyrsti svona viðkomustaður þar hlýtur að vera þannig að hugsa bara einmitt nákvæmlega hvernig getur verktakinn sem er að byggja án stuðningsins opinbera eða ekki inn í neinn úrræði, heldur bara að byggja fyrir venjulegt fólk, hvernig er staðan hjá hann? Hvað þarf hann að borga mikið? Þar þurfum við í alvörunni að vera búin að rukka 15 milljónir að hann tekur fyrstu skóflustunguna. Þurfum við í alvörunni að biðja um að lífsferilsgreina bygginguna. Ég var á LCA-greining. Já, áður en hann byrjar. Þurfum við Þú verður að segja hvað það er líka, því að það er annað loftslagsmál þar sem að þú þarft að vera búin að kolefnisgreina það. Hvernig þessi bygging muni koma til með að menga út frá sér. Og veist, ég held að þú hefur geta sett kannski 500.000 kall á svansvottaða íbúð árið 2017. Sagt, þú gætir fengið hana svansvottaða fyrir 500.000 kall og það er kannski 2 kaupendur. En að segja við fólki þessu efnahagsástandi og það hvað vókið og allt þetta, þessi mani eins og þú varst að lýsa henni, hefur einhvern veginn dottið upp fyrir, þá er ekkert, það getur ekki verið að sé hægt að selja fólki það. Ég var að ræða þetta við verktaka, ekki stóran, meðalstóran verktaka núna daginn
og ég var að spyrja út í, þú veist, þegar þú ferð í þessa greiningu, hvað þetta? Þá þetta mjög sérhæft batteri. Já. Minnir að sko bara tölvukerfið kosti 1 milljón til þess að fara í þessa kolefnisgreiningu á því hvernig vinnuvélarnar að menga út frá sér, hversu mikið steypan að menga út frá sér og þetta. Nei, allt þetta líka, þú veist, sem á taka fleira inn í þetta, ég meina við þetta líka, þú veist, skipulagsferlið hefur lengst og lengst. Það frá því og fær lóð í hendur að þú getur byrjað að byggja, sko, þetta mælt í mörgum árum orðið, jafnvel. Og til dæmi að stór byggingalöndstandi kannski tóm áratugum saman, sko, bara því að það einhvern veginn beðið og ferlið tekur lengur og lengri tíma. Við erum búin að búa til dæmis, þetta er kannski svolítið tæknilegt en samt fróðlegt, sko, það eru 3 stig í þessu, sko, það er aðalskipulag og svo er efsta stigið deiliskipulag, þá ertu búin að teikna hverfið alveg ofan í dítela. Það er búin að bæta við miðstigi núna nýju sem heitir rammaskipulag sem að tekur kannski 1-2 ár, ekki lögbundið en svona sveitarfélög hafa heimild til að fara út í þetta. Sko, aftur þetta alltaf spurning, sko, við verðum að svolítið að fara að taka ákvörðun það hversu mörg lög af einhverju svona varúðarteipi við viljum hafa á ákvörðunum, sko. Að þetta í grunninn bara þetta er að vinna kynningar og fallegar myndir og greiningar og svo framvegis og allt þetta einhverjum skilningi ágætt, sko, en þetta kostar peninga, þetta kostar tíma og þetta að gera markaðinn svo þungan og erfiðan að þetta er orðið að fara færi, sko. Já, svo líka annað, ég hefur séð hefur keyrt upp í enda Grafavogs, við Korpúlfsstaði, nýja hverfið þar, þetta er Blikastaðir held ég. Já, það er Mosó. Nei, þetta er ekki Mosó, þetta er í Grafavogi held ég, út af því að þetta er sko nákvæmlega seinasti vegurinn, hann sker það. Ég skilir. Þar að rísa Gímald. Já, hörðu, einmitt nýja Gímaldið, ég sá það. Sem sko, þetta er eins og að keyra bara framhjá sko álverinu, sko. Þetta er svo langt og fyrirferða mikið. Akkurat. Þetta er hjá stóru verslunarmiðstöðinni. Já, við Korputorg, nema aðeins lengra. Akkurat. Og þar að rísa Gímald og ég tók myndir af þessu og ég var bara, hvað er í gangi hérna? Síðan stendur hér rísa Blikastaðir og þá horfum maður þetta, þá er þetta svona geðið fallegt skandinavist hverfi og svo horfi ég á þessa mynd, svo horfi ég á það sem er að gerast og ég er bara, hvað er í gangi hérna? Einhver forljót Gímöld sem er bókstaflega, ég hefði sko, ef ég hefði verið þeirra, það er alltaf breytt lit út af því að þetta er líka grænt Gímald sem er núna að rísa. Herðu, og svo sá ég stöpla og það er annað eins að fara að rísa þarna hliðina þversum og ég er svona hvað er í gangi út af því þú varst að tala um þessi lög sem er öll til þess að passa upp á einmitt að svona klúður eins og græna Gímaldi myndi aldrei koma fyrir aftur og svo er ég bara að horfa á það live. Akkurat. Já, það er oft hyperfókus á summál og annað virðist fljóti í gegn, sko. Þetta er svona sérstakt. En ég held sko bara svona að maður reyna að draga þetta saman, þú veist, það er rosalega tækifæri í að jartengja þetta aðeins, hættum aðeins öllu þessu, skoðum þetta gagnrýnið, skoðum bara leiðina frá A til B, bara, þú veist, ef við þeir vildum stofna verktakafyrirtæki, kannski ekki góð hugmynd, en ef einhver vill stofna verktakafyrirtæki, sko, hvaða skref þarf hann til að vera komin á sem stað með það að byggja, hversu lengi er hann að klára sig að því, hvaða kostnaði fellur til á leiðinni, þetta er þetta sem, þú veist, skiptir máli, þetta er það sem að markaðurinn þarf að geta til að geta afhent vörur bara á endanum, auðvitað á endanum ekkert öðru vísi, sko, hvað sem allri umræðu mannréttindi og mikilvæg húsnæðis og eitthvað svona líður. Þetta er það sem þetta snýst sko. Og við verðum átt okkur á því að, þú veist, síhækkandi einhver gjaldtaka og eitthvað svona mjög frumleg hugsun í, sko, að taka svona margar íbúðir af verktakanum og láta hann borga það og kostnaðarverði eða bara gjaldtaka eða auka gatnagerðargjald eða innviða gjald, sko, líka og þú veist, þetta er svona eins og menn sé að, sko, núa saman höndum bara alls staðar í kring til að finna nýjar leiðir til að búa til einhverjar holur og finna meiri gjaldtöku, sko. Og ég held við þurfum aðeins að, þú veist, snúa af þessari braut og reyna að finna þetta aftur, sko, bara back to basics, bara jartengjum þetta aðeins, hvað
Hvernig kemst verktaki í mark með það? Hvernig verður húsnæði til? Hvernig verður húsnæði til? Þetta var ástæðan fyrir ég að nefna það áður. Akkurat, sko. Og ég eins og segi, við myndum örugglega stofna fínt verktakafyrirtæki. Ég reyndar ekkert svakalega góður iðnaðarmaður, mér finnst það almennt sér leiðilegt. En ég hef svakalega áhuga á því að þeir sem eru góður í iðnaði hafi hagsmuni af því að fara út í það. Og þess vegna er ég að tala um þetta á þessum nótum. En við getum ekki, og þegar þú talar af hverju stofnum við ekki bara 2 verktakafyrirtæki. Það að stofna verktakafyrirtæki, ef þú ert með einhverja sérþekkingu í þessum efnum, má ekki vera álíka skynsamlegt eins og að, þú veist, opna vídeólegu í dag, sko. En manni líður pínu þannig. Og það því að pínu eins og með ESB, það sem er ástæðan fyrir því að þeir sem allir vinna í hugbúnaðarmálum, þeir þurfa ekki að hafa sín aðföng staðbundin, þeir geta vunnið í tölvu og annars staðar og þeir fara líka með öll sín verkefni til Bandaríkjanna og ég er endar núna eftir, þegar við erum að taka upp hérna 19. Þá er Hilmar Veigar að tala á fundi Áfram Ísland. Ég er að pissa í mig, ég er svo spenntur að sjá hvað hann hefur að segja og því ég hef nefnt hann svo oft og ég hef farið varlega í það að segja hvað honum fyndist ESB og það hann hefur náttúrulega verið mjög lengi harður á því að evran sé bara ákveðin lausn út af því að það er vont að vera með ósamkeppnishæfa mynt. Það að hann sé að fara að tala á fundi Áfram Ísland þykir mér svakalega áhugavert út af því að fyrir þá sem ekki þekkja þá var hann náttúrulega fyrrum forstjóri það sem hét CCP en núverandi forseti það sem hét CCP en heitir Fenris Creations og er náttúrulega það sem heldur út í EVE Online og er eitt af svona merkari fyrirtækja svona struktúr sem að hefur verið bara skapaður í hugbúnaðargeiranum bara á Íslandi, langar með að segja. Og ég farið mjög varlega í það að segja svona, honum finnst þetta. Ég er líka farið varlega í það að segja Gumma Hafsteins finnst þetta. Hann er svona annar af okkar helstu frumkvöðlum. En þegar Guðmundur Fertram kemur úr skápnum og segir bara, heyrðu, þetta er bara, það er ekki gott að vera innan Evrópusambandsins og Keresis hefði ekki verið til ef við hefum verið með regluverk Evrópusambandsins. Ef að Hilmar Veigar fer að segja þetta, þá er ég komin í 100% nei, segi ég. Og ég var búinn að segja við sjálfum mig, nei, ég er alveg til í að skipta skoðun, ef ég fæ nægilega góð rök. Og svo við kannski bara endum á því, út af því að það sem ég hef einmitt verið að fjalla mikið er þessi dragiskýrsla, einmitt með vísan til svona þeirra áhyggja sem að hefur að gera með það sem að Hilmar, svona sá geiri sem Hilmar Veigar hefur verið í út af hugbúnaðargeirin mun koma til með að vera stærsta stóðu í íslensku hagkerfi held ég á næstu 2-3 árum. Orðin stærri en sjávarútvegurinn og þetta er ástæðan fyrir því að ég hef alltaf sagt svona, auðvitað er sjávarútvegurinn mikilvægur, hann er bara ekki að mínum að þetta er mikilvægasta breytan. En við ljúkum þessu á nákvæmlega þessu út af því að núna eru ótrúlega margir klárir menn sem eru á jáhliðinni og ég er alltaf að velta fyrir mig, bara hvað er það og mér raunverulega langar að vita, hvað er það raunverulega sem þeir eru að sjá sem ég er ekki að sjá, sem að gera það óskynsamlegt að taka skref í átt að Evrópusambandinu, en þeir aftur á móti segja, nei, það er ákveðnir hlutir sem að gætu verið fyrir hendi. Og ég á með Egil Almar sem hefur verið svona stjarna ríkisstjórnarnar svolítið, alltaf þegar ég reyna að fá ríkisstjórnarna þá segja þau, ég er rosa busy, en segja aftur á móti Egil Almar getur komið, hann kom í settið og ég ræddi við hann og þetta er mjög skemmtilegt spjall. Og hann er bara svona hardcore, svona bandarískur hægri maður. Bara svona frjálshyggju, ekki mikið íhald, bara svona hardcore frjálshyggju. Ég vil bara sjá Ísland verða hluti af svona bara batterí sem er eins og Bandaríkin sem Evrópusambandið að hann telur geta orðið. Og ég eitthvað svona, heyrðu, þetta er mjög áhugavert. Því að við vorum ótrúlega mikið sammála það hvernig við myndum sjá framtíðina. Og þá fór ég að velta fyrir mig bara, hvað er það sem að þeir eru að sjá sem ég er ekki að sjá? Og ég er búinn að fatta það. Við erum að rökræða Rómarsáttmálann og Lissabonsáttmálann. Og fyrir þá sem ekki þekkja, þá er Rómarsáttmálinn aðalega svona það sem að byggði upp það kerfi sem að átti að verða Evrópusambandið það að það yrði rosalega strömlínulega staðlaðir ferlar sem myndu hámarka viðskipti á milli landa og fella niður svona múra sem væru að gera viðskipti erfið og bæði með vöru, fólk, þjónustu og gjaldmiðla. Frábær hugmynd og ástæðan fyrir því líka ég vildi gangi í Evrópusambandið fyrir aðeins örfáum árum. Hins vegar er Lissabonsáttmálinn sem hefur orðið miklu víðameiri
í nútíma Evrópusambandinu sem að gera það að pólitísku yfirvaldi. Það að segja að það þurfi nauðsynlega að vera strúktúr til þess að geta uppfyllt skilyrði Rómarsáttmálans, að þá þurfi Lissabonsáttmálinn að verða víðameiri þar sem að pólitískt yfirvald Evrópusambandsins yrði meira. Já, og ákvarðanatöku, þetta er svo skiptir svolítið málum ákvarðanatöku valdið sko. Það var farið í Lissabonsáttmálinn, færið í nær sko bara einföldu meirihluta í miklu fleiri málum og úr þessu svona auknu meirihluta eða samþykki allra sko. Einmitt, og bara svo ég botnið þetta, að þá fattaði ég bara, þetta debatið. Og því að, og þarna liggur bara það hvað okkur ósammála. Og þegar Dragiskistan segir bara, heyrðu, við þurfum að færa okkur nær því sem hefur að gera með Lissabonsáttmálan. Að við sem er meira yfirboð yfir þeim löndum og að smærri aðlar hafi minni áhrif á allar ákvarðanatökur. Hinnir tala aftur á móti eins og Evrópusambandið sé bara að þetta Rómarsáttmála fyrir bara ennþá. En ég tel að svo sé ekki. Ja, þetta er góð punktur. Ég meina, sko, þetta er einhvern veginn þannig, sko, Evrópusambandið þetta, eins og segir, það eru hugmyndir að þróa það í átt að einhverju sem er bara mjög svipað á Bandaríkin, bara svona evrópsk Bandaríki. Og ég meina, þar náttúrulega fóru menn í gegnum þetta fyrir, hvað að segja, 200-300 árum, kláruðu sín mál. Og en samrunaferli í Evrópu hefur þetta verið, þú veist, það er að gerast Þetta var fest í sessi svona í kjölfar þrælastríðsins. Þá var þetta í rauninni, þar enduður þetta debatt rétt ríkja versus alræðisins. Já, og þar er náttúrulega þetta svona federal government er mjög sterkt og svona óumdeilt, þó að þetta séu núningur í því eins og gengur. En hér erum við að fara einhvern veginn allt aðra leið, eftir seinni heimsstyrjöldina erum við að byggja upp bara úr þessum frjálsu þjóðum, þá fáum við þar inn af annarri og reynum einhvern veginn að þoka þessu nær, en auðvitað er þessi núningur, að fólk identifæri ekki sem Evrópubú, heldur fólk upplifir sig sem Pólverja eða Spánverja eða Frakka. Og þetta er auðvitað vandinn og það sem að hefur síðan gerst er að sko, svo er þessi togstreita, hún býr til flóknara og flóknara regluverk og þetta einhvern veginn verður í senn svona vandi sambandsins líka. Það er að reyna að þróast í þessa átt. Það gengur ekki, það er mikið af pólitískum málamiðlurum sem verða svona, þú veist, held ég oft bara tilhengur til að verða langar og íþingjandi. Þetta er ekki endilega held ég alltaf sko stista og skarpasta málamiðlunni tekin, heldur bara fá kannski dálítið margir að koma að því að skrifa skjalið. Það verður svolítið svona viðamikið, dálítið óljóst og það er nú svona held ég, þú ert nú búin að sökkva hún sér Dragiskíslu betur en svona mér svona, ef maður reynir að draga saman það sem að flestir sem hafa átt við sambandið segja, ég meina þetta er þungt og þetta eru miklir reglubálkar og miklar reglugerðir og þeir eru svolítið þar. Veist, það er svona þeirra leiðis. Það hefur þetta haft þau áhrif að þetta er samkeppnishæfnin ekki mikil. Ég meina ef við sjáum bara, ef við horfum síðustu 10-15 árin og það er ágætt að taka kannski punktin þegar við stoppuðum síðustu viðræðurnar. Alltaf viðræðurnar sem byrjuðu 2009, þær eru stoppaðar 2012-13. Hvernig hefur okkur farnast síðan þá? Hvernig hefur Íslandi, Noregi og Sviss sem dæmi farnast í samanborið við ESB-ríkin? Okkur hefur farnast mjög vel á þessum tíma. Við höfum bæði bara, þú veist, maður orðaði þannig peningalega og tekjulega og velsaldarlega hefur Ísland bara styrkt sína stöðu enn frekar. Saman við Noreg, saman við Sviss. Þetta hefur gengið hægar í Evrópusambandinu. Við höfum líka verið að byggja upp nýja gerin, svo nefnir, hugbúnaðar og nýsköpunargerin. Við höfum verið að fara að fá, og fólk er að fara að taka eftir því, við höfum verið að fá svona flott dæmi og dæmisögur eins og Keresis og þetta er EVE Online aðeins eldra, en ég meina mörg svona flott dæmi, Oculus og fleiri. Það er sköpun og það er kraftur hér. Og það er held ég það sem við verðum svolítið að halda í. Þetta hefur verið þyngra í Evrópusambandinu. Það er erfiðara vika að hreyfa sig og við höfum verið að sjá á síðustu, ég meina við tökum hennan rúma áratug sem við erum að ræðum, eða 15 ár, ég meina þaðan er ekki að koma stærstu nýju öflugu fyrirtækin. Þau eru að vera til í Bandaríkjunum, þau eru að vera til í Asíu, það er afskaplega lítið að vera til í Evrópu. Þetta er svona efni fyrir okkur og ég held að þessi atriði sem að þú ert að nefna svona í þessum svona tóg í strúktúrunum í Evrópusambandinu, það er alls ekkert búið. Þeir eru að fara að stækka en frekar.
Þeir eru að glíma við sín mál, það þú veist, atvinnuleysi er útbreitt vandamál í hérna mörgum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Það risa áskorun þegar út með það sem hérna pólitískt áskorunar efni sko, þá kemst ekki dvola allt annað að. Ég man alveg eftir því þegar ég bjó hérna fyrir allt mörgum árum í Þýskalandi sko, að þá var ég fylgjast með umræðan fyrir kosningar þar. Atvinnuleysi var, ég man ekki töluna, það var eina sem komst að. Hvernig ætlar þú sem stjórnmálamaður að leysa atvinnuleysið? Það eina sem var rætt sko. Og við höfum búið við þann lúxus og hérna sem við kannski áttum okkur ekki alveg á því að við erum svona vönið því að hér atvinnustig og atvinnuþátttaka full bara, eða nánast full sem að hérna skiptir okkur svo miklu máli vegna þess að í þessu öllu þegar við erum að ræða verða vextirnir svona háir að kosta pítsan út í búð frosin, þú veist, 3.500 eða 3.200 allt þetta verður þetta pínlítið svona ómerkilegt sko þegar ef þú ert ekki með vinnu sko. Ef þú getur ekki farið og aflaði tekna, þá ert ekki að fara að taka lán til húsnæðiskaupa. Þú ert ekki að fara að vera hérna stór neytandi eða umsjóða mikill einhverju neyslu eða þú ert ekki að fara að stækka við húsið eða þú ert ekki að fara að stofna fyrirtæki og stækka við það og svo framvegis. Við höfum búið við þetta. Þetta eru auðvitað mikill lúxus. Þetta hefur þessa vaxtaverki að við hagkerfið stundum fer fram úr sér, við stækkum hratt og hérna það kemur fram í verðbólgu og kemur fram í þenslu. Ég ekki viss að ég væri til í samt ef ég þyrfti alveg að velja hérna rauðan og bláan takka sko að hérna hoppi yfir í svona hægara, þyngra regluverk og það myndi þýða að það séu lægri vextir. Nei. Vextirnir þar eru lágir vegna þess að það er að reyna að örva. Já, það er að reyna að ýta við þér, það er að reyna að fá því í gang sko. Ég hef svo oft nefnt hérna Porto í þessu samhengi sko. Ég var í Porto fyrir ekki svo löngu og frábært að vera þar, ódýrt fyrir mig náttúrulega, ekki ódýrt fyrir þá. Nei. Og svo einhverjir miskilja það hérna þeir munu að þessi munaður verður einhvern veginn alltaf fyrir hendi og hótt því hvernig við höfum okkur. Það er mjög góða punktur sem þú nefnir og svo ég klára hennar Porto-punta þá var hún alltaf bara mjög mikið að fókældu húsnæði og svo var, já, vissulega lægri vextir af hverju. Það er því að bara framkvæmda gleðin er alltaf lítil og þeir þurfa að örfa það til þess að fá einhverja framkvæmda gleði inn í slíka kjarna sem var bara fókælt húsnæði og bara einhverju príma stað. Bara á engin... Stýrivextir Seðlabankans frá 2012 til 2022 voru á bilinu 0 til, fóru aldrei yfir 1%. Einmitt. Hvað segir manni það? Já. Hvað segir það manni? Það segir þetta er svona að það vera, sko ekki vera að biðja, að vera grátbiðja. Já. Nennið að fara út að lánsfjármagni er nánast ókeypis. Nennur að fara og stofna fyrirtæki, Tóti. Já. Nennur að fara og stækka pallinðin eða nennur að kaupa fasteign, nennur að kaupa gera eitthvað. Já. Og vandinn náttúrulega sá að þeir náttúrulega lendiðu svolítið hringiðu þar sem að ef allir þú opnar stað sem er kannski markaðshópurinn ungt fólk ef það er 25% atvinnuleysi á ungu fólki, þá var mjög erfitt að standa undir þeim rekstri. Akkurat. En það er einn hérna mjög mikilvæga punktur sem að ég fór að skoða þetta og ég ekki búin að vekja athygli á þessu og það hefur farið aðeins í töðunar á mig þegar ég dettur þetta alltaf í hug þegar ég er að vinna efnið. Það er gott að þú nefnir þetta út af því að það er einn risaþáttur sem er einmitt lánshæfismat ungs fólks sem að er töluvert erfiðara. Og það er líka ástæðan fyrir því að ungt fólk er ekki að ná að kaupa sér húsnæði í sama mæli. Og það er ótrúlega áhugavert að pæla í þessu út frá sjónarmiði þess sem veitir lánið. Hvort sem er banki, lífeyrissjóður náttúrulega er ekki fjármagnaðir þannig að það eru ekki lífeyrissjóður, bankar til einfaldur. Hvað breytur þurfa þeir að vega inn í þetta? Hér á landi þurfa þeir allavega ekki, já, ég sammála, vextir er alltaf háir, það er út af því að við erum búin að halda heimskulautunum hlutina, við minnkuðum vinnuframlag 10% og hækkuðum launum ævintýralega mikið, við erum orðin miklu latari og það er bara okkur sjálfum að kenna að mínum mati. En tökum við út frá sjónarmiði banka í Evrópu. Þegar ung mannski kemur inn, segjum hún sé 22 ára, hún er búin að samlaða sér einhver eigin fé, langar að kaupa íbúð, feti bankans, vonast til þess að hérna geta staðið undir því. Bankinn þarf að vega þá breytu sem er að 25% ungu fólki í sumlöndum er ekki með atvinnu. Sem að þýðir það að þessi sammanneskja tilheyrir hópi sem er ólíklegri til þess að vera með atvinnu, sem að þýðir það að bankinn þarf að vega inn afföll af slíkum lánsveitingum þegar hann er að veita lán til þessa fólks. Og þetta er, að mínum, þetta er óþolandi þegar við erum að tala
húsnæðisvexti og fleira sem að plaga ungt fólk, sammála því, en að segja að Evrópusambandið muni koma til með að bjarga þessu og við að vera meira áþekk þessu fyrirkomulagi, þá bara verið að kasta ungu fólki undir vagnin. Ég held að ansi, ef við færum alveg onni þetta sko, ég held að væri ansi margt sem að við fengjum hérna í andlitið þarna sem að við erum orðin vön því að þurfa ekki að díla við. Skilur við höfum bara ekki haft atvinnuleysi hefur nánast ekki mælst sem betur fer á Íslandi bara árum og áratugum saman. Það komi einhverjir smá svona kúfar hér og þar en það hefur verið mjög fljótt að jafna sig. Og það hefur bara verið þannig að starfshæft og öflugt fólk bara gengur hér í störf og getur jafnvel unnið 2 störf og svo framvegis. Ef það vill hérna að koma undir sig fótunum og svona. Þetta er eitthvað sem að maður vaknar ekkert endilega mótnana að þakka fyrir, sko. Þetta er bara einhvern partur af prógraminu hérna. En sko... Svo vatnið í krananum, sem við tökum líka sem sjálfsögðu. Akkurat, sko, en eins og við segjum, sko, ég meina, þú veist, þessi vestu dæmi eru náttúrulega ótrúlega eins og eftir bankarhrunnið, sko, ég meina, atvinnuleysi á Spáni 2010, 11, 12 ef ég man rétt, eða hvort það var 11 til 13, var sko yfir 25% yfir allt landið. Þú veist, 1 af hverjum 4 atvinnulaus og hjá ungu fólki voru þetta upp í 50%. Við erum að sjá þess að tölu núna, við þurfum ekki að fara lengur til Finnlands frám í dag, menn það 11% atvinnuleysi og þú veist, þetta er alltaf þessa leitni, sko, hjá ungu fólki það gjarnan, sko, hérna, tvöfalt herra. Og þetta er ótrúlega erfitt að eiga við. Það er grátlegt að vinnu fara kannski búin að mennta þig og þú finnur ekki hérna kröftum þínum farveg, sko. Og hérna, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að horfa í og þegar menn horfa með glíu á þessa evruvexti sem að þetta skýlum að það. Þú farið hérna afborgunarseðilinn, sko, mánaðamót og það þú veist, svíður hvað ég borga mikið í vexti, það er skiljanlegt. En hérna, maður verður að horfa á að sko, þessi lágu vextir eru í samhengi við það að það er ekki nóg að gerast í hagkerfunum. Það er svona veruleiki sem við þurfum að velta fyrir okkur hversu spennandi er og hversu spennandi er að við ætlum að tengja okkur við hérna, efnahagslega. Og svo finnst mér alltaf bara, lokaspurningin bara ef maður horfir á þetta svona eins og við værum bara svona gæðastjórar í einhverju fyrirtæki eða værum að velta fyrir okkur hérna, hvernig eitthvað hlutir koma út. Bara hvernig hefur enda notandið það? Skilur við? Hvernig hefur bara meðal Íslendingurinn haft það? Hvernig stöndum við hérna samanburði við aðra þjóðir? Og staðreyndin er svo bara sama hvað mælikvarða þú skoðar, þá höfum það bara mjög gott. Það þýðir ekki að við getum ekki gert betur, það þýðir ekki að hver einasti maður hérna hafi það gott, en það þýðir að við höfum það almennt hérna, við höfum mjög rík, efnuð þjóð, hér eru háar tekjur, hér eru hátt atvinnustig, hér eru há lífskjör, við erum góðu vön og við eigum að vera það áfram. Og mér fannst hann hitta svolítið naglan á höfuðið hann hérna, þessi frægi breski hérna svona almannatengill hérna Alistair Campbell sem kom hérna og tók þetta fræga podcastviðtal við hana Kristrúnu. Og var nú sko nánasti samstarfsmaður Tony Blair í mörg ár og svona. Réttlæti hérna Íraksstríð. Já, vísu svo, þeir eru nú minnst fyrir það á endanum þeirra félaga sko, en hann var nú búinn að gera margar hérna rósir í pólitíkinni sko og svona svolítið maður á baku Blair. Allavega sem kann pólitíkina mjög vel. Hann sagði sko að hann var búinn að vera hérna á Íslandi í smá tíma og greinilega búinn að gefa svo tal við fólk sko. Og hann spyr Kristrúnu spurningar sem ég er stoltið góð sko, skrítið með kringum Brexit. Þar var ákvörðunartöku þátturinn sko, faktorinn sem olli Brexit var óánægja fólks. Bretar upplifðu sig bara óánægja, bara þeirra kjör og þeirra bara hérna staða. Hér tala ég við fólk og menn tala, allir upptöknir að segja mig hvað hafa það gott sko. Hvers vegna, akkur er það allir að vaða þarna inn sko? Já, nei, algjörlega. Ég meina, það alveg verðt að líka bara pæla í því, sko. Ég veit ekki, þetta verður allavega áhugavert, en það eru núna, 10 dagar? Já, 10 dagar í þetta. En þetta er náttúrulega greinilega fyrst og fremst spurning hvað þú ætlar að kjósa. Þú ert búin að segja mér bæði þú varst að blanda mig í byrjun og ætlar að vera komin á jáið. Svo sagðist þú vera komin á neyið, svo sagðist þú svona ekki alveg vera komin á neyið. Ég hallast að segja já til að sjá fyrirsagnari BBC. Iceland decides to check what's in the package. Akkurat. Nei, þú veist, svo ég sé líka bara hreinskilin þá hallast ég að nei. Já. En ég er
allt, þú veist, það bara prinsipatrið hjá mér, bara ef ég sannfærist einhver betri rök, þá ég til að sjá þau. Já. Hins vegar, þá, ef ég líka alveg hreinskilinn, að þá ég verð sífellt minna sannfærður það að okkur sé betur borgið þarna. Og eins og segi, þetta ég held sko að munurinn sé pínu með þennan Rómarsáttmála, Lissabonsáttmála sem við ræddum á hann. Ég held að það sé grunnatriði út af því að það hefur bara í alvöru tala farið í taugarnar á mér að það sé bara mjög mikið af kláru fólki sem bara sannfært að þetta sé að ég bara, hvað ert þú að sjá sem ég ekki að sjá? Og ég held að sé þessi atriði. Ég held að það sé ástæðan. En nei, ég mun að öllum líkindum segja nei og bara vegna þeirra atriða sem eru líka búin að fara vel yfir hérna. Ég sé ekki hvernig okkur væri betur borgið hana og það sem ég var í sjúkraþjálfun áðan út af þessari hásinn sem ég sleit hérna fyrir ekki svo löngu. Og ég spurði hérna konunni í afgreiðslunni hvað hann ætlar að kjósa og hún segi bara já, ég ætla auðvitað að segja já og þannig var einhverja jára líka. Og vorum eitthvað að ræða bara þetta og sko það sem hefur farið aðeins bara fyrir brjóstið að mér bara að það eins og það sé ekki neitt skref. Og ég helt svona, þú veist, þetta alveg skref. Þannig að hvernig mun fólk túlka þetta almennt séð, erlendis? Hvernig eru þau að fara, eiga þau að túlka eins og salinni hérna, þá þetta bara, þú veist, við erum ekki að fara að gera neitt, nema bara að kíkja hvað okkur býðst. Ég held að það mun ekki neitt túlka það þannig. Að sjálfsögðu ekki. Og það var sko, og svo ég kláði líka söguna með hérna þegar ég var í þessari sjúkraþjálfun, og því að það sögðu allir þrír sem ég talaði við, bæði afgreiðslukonan og 2 aðrir hana sem voru, sögðu já og svo hallast ég að því að fara ekki þannig. Einmitt. Þetta því miður held ég það sem búið að svolítið selja fólki, sko. Þetta séu, við gefum eitthvað góð og svo verður þetta nokkri spjallfundir í Brussel, skívettur, Kristrún og Þorgerður fara og svona eitthvað flott lið með þeim, sko. Svo byrjar hann að henda upp samning, svona eins og svona stuttar viðræður kaup og fyrirtæki. Svo bara getur einhvern veginn alltaf bakkað út úr því eða ekki. En sko, menn vanmeta sko, svo mikið finnst mér í þessu, þú ferð bara í, þetta bara eitthvað prósess, sko. Evrópusambandið ekkert að taka eitthvað stækkun í fyrsta skipti, sko. Við förum bara í eitthvað ferli og auðvitað verður rætt einhverja hluti, en bara eins og ESB lýsir sjálft á sinni heimasíðu mjög vel, stækkunarferlið hérna og taka ný aðildarríki undir í grunninn tiltölulega einfalt. Snýst bara það að við tekum bara af aðildarríki með allt regluverk Evrópusambandsins. Og það vantar venjulega eitthvað upp á. Þannig að aðildarferlið og aðlögunarferlið, ástandið talandi sem aðlögunarferli, að umsóknaríkið á þessu tímabili að fara út, fara embættismennirnir okkar og starfsmenn ráðuneyta og stofnana og svona margar ferðir út til að þá verið að fara með lúsakamp yfir íslensk lög og íslenskar reglur, sjá hvort að þær séu í samræmi við evrópska regluverki og það vantar eflaust eitthvað upp á þar eða getur verið í ýmsar áttir. Þá þurfum við að gjöra svo vel og fara og undirbúa lagabreytingar á því eða reglubreytingar eða breytingar á stofnunum og svo framvegis. Og það ætlast til að við gerum þetta í skrefinu, þetta verður allt klárt þegar aðildarsamningurinn tilbúin. Og aðildarsamningur venjulega sko ekki einhver svona take it or leave it lýst þér á þetta, Kristrún. Aðildarsamningur loka pródúktið. Það sem búið að sko liggi yfir þessu mánuðum og árum saman. En það ekki svona eins og eitthvað að fá eitthvað tilboð á borðið svona sem þú þetta var ekki nógu gott. Nei, en það var líka, og svo ég nefnir líka bara núna rétt í lokin, það var annars ég sagði líka við þau að sko ég árið 2017 þá, og það líka alveg hægt að fara rök fyrir því, það svona kringu 2014 til svona 17-18 þá hafi sko Evrópusambandið verið miklu líkara því sem að lýst í Rómarsáttmálanum. Þannig að það sem að væri líka í töðunum á mér ef ég væri bara harður, ég hef aldrei verið harður aðalda sinni. En ég hef alveg verið svona, þú veist, bi-curious, gagvart í. Ef ég væri mjög peppaði fyrir því að fara í Evrópusambandsins, þá væri ég brjálaður yfir því að þetta sé sett á dagskrá núna. Og það hefur aldrei verið heimskulegra að fara inn í þetta bandalag. Eins og ég hef nefnt áður líka í Þýskalandi,
þá stærsti flokkurinn, og það nú mikilvægast aðildarfélagið, stærsti flokkurinn í Þærlandi, sem að fer sístækkandi, og það ekkert fyrir sér hvað þar minna enda, hann vil segja sig út úr þessu sambandi og hætta með evruna. Það tekur pólitíska sko bara hittamælinn innanlands í Evrópuríkjónu núna. Ég menn þetta Le Pen er mikill siglingu í Fraklandi, þú ert að vísa í AfD, vantarlega í Þýskalandi. Já. Ég meina í Bretlandi, þeir eru náttúrulega farnir út sko, en svona samt sem stórveldið þarna sko, það Farage og Reform. Á Ítalíu er hún Giorgia Meloni sem er nú svona pirruð yfir Evrópusambandinu. Við svo langt til hægri en margt alveg ágætt við hana. Þetta er ekki góða fólkið innan geðsalappa sem er að safna upp atkvæðunum. Þetta er ekki helguvölunar. Þetta er ekki Snæður og Sindra sko, og Kó að komast til áhrifa. Mér finnst þetta skipta alveg máli, ég er alveg sammála og þú ert að nefna sem kannski einhverjum finnst svona tæknilegt tal sko, þessi Lissabon-sáttmáli og Róma-sáttmáli en það var svona auðvitað fróðlegt líka svona status og hítjekk fyrir Evrópusambandið á sínum tíma af því að það var alltaf að fara með Lissabon-sáttmálin í einhverja þjóðaratkvæðagreiðslur hingað og þangað og þetta var auðvitað fellt. Man endur ekki nógu vel upp með sko, mér finnst eins og Frakkar hafi fellt þetta einhvern tímann og það er einhver dæmi þetta var fellt sko, svo bara farið aftur og aftur sko, þetta er einhvern veginn svona komst í gegn sko. En þetta er svona umhugsun efni sko hversu, sko ég held að almenningur svona venjulegi Ítali eða þjóðveri eða hvað það pólveri sko, hann sé ekkit sko opáslega einhvern veginn mikið að tengja við það að vera partur af Evrópusambandinu. Skilur hvað við? Hann getur alveg sagt, jú, það er kannski margt alveg gott komið að hann eitthvað svona, en í hjarta sér er hann ekki þar. Þess vegna þegar þetta kom, þessi pakka voru sendir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þess vegna fekk þetta oft sko alltaf útreið. Af því að svona meðal íbúin í Evrópu er ekkit jafn mikið að æstu fyrir einhverjum pólitískum samruna og breytu sig yfir þjóðlegt ríki og eitthvað svona sko. Það er fyrir þeim held ég mjög fjarlægt sko. Já, og líka þannig að þú veist, það sem ég er að segja sko, svona Brussel gengið er á annarri ferð heldur en kannski meðal íbúin í Evrópu sko. Það væri líka áhugavert að vitnast fyrir það sko, hvort að það fólk segist vera ánægt með Evrópusambandi. Það var líka áhugavert að spyrja þig ef þú fengir að velja, hvort myndir þú vilja að Evrópusambandi það ekki í auknum mæli ákvarðanir fyrir þitt löggjafarþing eða hvort að þeir þingmenn sem að þú kýst innanlands sé að taka fleiri ákvarðanir. Þá myndið þið nokkuð fyrir sjálf hvert svarið er þið. En er ekki svo kannski svona bara svo við sláum alveg bóttin í þetta, kannski fara að verða bara, ég var að rifja upp daginn, þetta er held ég 7. mars, afmælisdagur dóttur minnar, þá var þessi pilla sett út í glasið, þessi freyði pilla ESB atkvæðagreiðsla framundan, við erum náttúrulega ekki búin að tala um neitt annað sko, síðan þá. Jú, Kristrún gaf okkur frí í sumar til þess að tala um þessi mál. Og eitt sem náttúrulega mun kannski þurfa að tala dálítið hressilega í staðinn eru síðan sko staða efnahagsmála síðan. Við erum lítið að frétta einhvern veginn hjá ríkisstjórninni þar. Kjarasamningar og fleira. Þetta verður partí. Ég lokaði ekkert á neina rásir í þessu þætti. Þannig að þið bara nautuðu vel. Ég þorði því ekki út af því ég vissi ekki hvora megin strímið væri. En ef þið viljið tekja hérna Gunnars Máralæguna. Við erum hérna komin til þess að, hefur ekki séð þetta, þegar hann klárar alla þætti, þá fer hann með svona 2 mínútna ræðu það hvað fólk ætti að styðja samstöðuna. Ég ætla ekki að eyða tíma ykkur í það. Það er allavega ein pæling.is að þið viljið styðja við þetta. Ég mun aldrei taka við opinberum framlögum. Ég er ekki að fara í einhverja svona fjölmiðla kjaftaði styrki nema reyndar ef að þið þingmenn myndu ná að koma því í gegn að hluti af fénu sem að fólk leggur til ríkisútvarpsins geti farið til annarra fjölmiðla. Þá myndi ég taka við því. En öðruvísi tek ég ekki við neinum opinberum framlögum. Ég vonið að hafa það gott. Takk aðeinslega fyrir að koma, Árni. Takk fyrir mig. Frábær eins og alltaf. Takk hérlega. Og já.